Og þá heldum við áfram með föstudagsþáttinn. Það eru komnar til mín hérna tvær, ekki systur, Þórey Sjöfn Sigurðardóttir og Agnes Anna Sigurðardóttir. Velkomnar. Takk fyrir. Eigum við kannski að byrja á þér, Agnes. Bruggsmiðjan Kaldi, eitthvað sem þú kannast við? Já, aðeins. Já. Það er þitt fyrirtæki? Já, það eru 16 ár síðan ég stofnaði Bruggsmiðjuna. Já. 16 ár í atvinnurekstri. Hvernig, er þetta næs? Já, þetta er bara ágætt. Já. 5 ár síðan ég opnaði bjórböðin, eða ég og mín fjölskylda. Já. Og eiginlega bara 8 dagar síðan við opnuðum hótel. Þið voruð að opna hótel til hamingju? Já, takk fyrir. Og hversu stórt? Það eru bara 5 herbyggi. Já, lítið og sætt. En stór og rúmgóð. Já. Og yndislegur matsalur og tilvæli fyrir veislur eða hópeflingu ef á að fara í eitthvað svona að endurnýja rafhlöðurnar. Já, einmitt. Og er þetta þá ekki bara í þessum byggingum sem eru þarna? Þú veist, tengist þetta ekki þá matsalum einhvern veginn? Jú, við keyptum gamalt fiskhús heima sem hefur ekki verið notað í 21 ár eða 22 ár og erum búin að breyta því að hluta í hótel. Já. Og ætlum okkur svo að stækka enn meira. Já, bæta við. Eftir ár, gæti við með svona 16 herbyggi. Wow. En það er svolítið gaman að taka þetta í hægum skrefum eins og við höfum gert með Bruggið. Vanda sig og kannski svona átta sig á markaðnum og af því það er svo margt búið að breytast síðustu ár, bara tengt COVID og tengt svo mörgu og mikil svona finnst mér kannski vakning að við höfum bara x langan tíma að nota hann vel. Ekki keyra okkur út, heldur að láta sér líða vel í þessu öllu saman. Láta okkur líða vel í þessu öllu saman. Og þá kannski einmitt að því að okkur langar svo að líða vel, þá færum okkur yfir í hugarfrelsi. Það snýst líka einhvers konar vellíðan, er það ekki? Ef þú segir okkur aðeins frá hugarfrelsi. Hugarfrelsi er fyrirtæki sem býður upp á námskeið fyrir krakka á aldrinum 7 til 16 ára og sem byggir á leiðum til að efla eigin sjálfsmynd og styrkja okkur á allan mögulegan hátt, líkamlega og andlega. Og er komin mikil reynsla á þessi námskeið? Búið að vera til lengi eða? Sko þau eru búin að vera í mörg ár, en hér á Akureyri síðastliðin 6 ár og þetta skiptist í 2 námskeið. Það eru námskeið fyrir yngri hópinn, 7 til 12 ára, sem heita Kátir krakkar. Já. Og þau hafa verið hérna á Akureyri í 6 ár. Heyrtum þau, já. En svo byrjuðum við í fyrra með hér á Akureyri, hefur verið lengi fyrir sunnan, með kvíða- og sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir 13 til 16 ára börn. Og þetta er eitthvað sem bara, er þetta svona eins og í skráum í fótbolta eða blak eða í hugarfrelsi? Eða þú veist, er þetta svoleiðis bara? Já, þetta er pínu svoleiðis. Þetta tekur yfir 10 vikur. Þannig að þetta er allt unnið í samvinnu við foreldra. Foreldra fá fræðslu meðan barnið er á námskeiðinu og alls konar verkfæri til að takast á við, til að hjálpa börnunum að takast á við kvíða og bara styrkja börnin. Þannig að þau séu meðvituð eigin styrkleika og fái verkfæri til að takast á við kvíða og stress í aðstæðum. Er aukin þörf fyrir svona heldurðu? Já, ég held þá sérstaklega meðal unglingana, bara í kjölfarið af COVID, þá voru margir unglingar sem að lokuðu sig bara heima og fundu bara hvað var gott að vera bara heima, einn með sjálfum sér og erfitt að fara út meðal félagana. En svo er það líka samfélagsmiðlarnir okkar sem að valda auknu áreiti á börnin og við foreldrarnir meðvituð það en þau kannski átta sig ekki á því og þá þurfum við að benda þeim á og hjálpa þeim út úr. Þegar við vitum það er margt erfitt í lífinu og ef við tökumst ekki á við það þá verður það bara erfiðara. Þannig að það er rosa gott að fá alls konar. Og þessi námskeið, þetta er bara sem hver sem getur skráð sig á í rauninni, þú veist, já, þetta er bara þetta er auglýst, hugafrelsi.is eða? Já, þetta er á hugafrelsi.is og það er bara hægt að skrá sig og þau byrja núna 20. september hérna á Akureyri, það er einhver plásslaus. Já, þannig að fólk kannar það bara. Já, það er bæði kennt í dansstúdíó, Stepp og svo eru námskeið upp í næsta skóla. Já, þar sem þú kennir það ekki? Þar sem ég er kennari, íþróttir og sund, já.
Og hefur þú tekið eftir svona kannski síðustu ár, einhverju breytingu á líðan barna eða þetta eitthvað svona kannski sem að gerist það hægt og rólega maður bara tekur ekki eftir því eða? Það gerist náttúrulega hægt og rólega en það alveg þannig í dag að börn að kljást við alls konar og þau vilja pínu draga sig úr og sjálfsmynd barna hefur alveg minnkað. Þannig að það eru alls konar áskorunni fyrir þau og þá svo mikilvægt að hafa einhverja aðferðir. Læra að djúpa öndun. Fá einhver verkfæri. Og þú fær verkfæri og þarft að æfa þig í þeim svo að þið nýtist þér. Og það gera námskeiðin, bæði kátir krakkar og kvíðanámskeið. Og varst þú að kenna á þessum námskeiðum jafnvel? Já, ég var að kenna kátir krakkar í fyrra og var að kenna kvíðanámskeiðin í fyrra og að kenna þar í ár. Og svo koma fleiri inn í þetta eða hvað? Já, við erum 3 hérna á Akureyri, Valdís Rut Jósafinsdóttir og Hrafnhildur Una eru líka. Við erum allar kennarar, þannig að við komum hana saman. Fullt af konum. Þetta frábært. Kvennaveldi. Þetta náttúrulega svo geggjað, Og þú ert einmitt í þessu félagi kvenna í atvinnurekstri og hefur verið í einhver ár. Já, búin að vera þar í mörg ár. Og bara mjög góður félagskapur og náttúrulega svona styður kannski aðeins, við erum að reyna að styðja við hver aðra því að það alveg töff að vera oft kona í atvinnurekstri. Að hvað leyti? Mér finnst það hefur náttúrulega breyst mjög mikið. Fyrir 16 árum þetta náttúrulega, þetta alveg himinn og haf sko, í dag og fyrir 16 árum. Mér finnst svona við erum tekna meira núna sem fullgildar manneskjur í atvinnulífinu, en fyrst var það ekki þannig. Þú upplifði það? Ég spurði spurninga og manninu mínum var svarað. Það var alveg þannig fyrst. Þannig að það hefur náttúrulega mikið breyst og allt saman sem betur fer. Og náttúrulega svo ótrúlega gott fyrir ungviðið, fyrir yngri kynslóðurnar sem eftir að koma inn, að það sé búið að ryðja einhverja braut í þessu. Og það sé til svona félagskapur ef maður vill sækja sér algjörlega. stuðning. Og þið hittist og þið hvetið hver aðra og það er ráðstefna framöndan. Og alls, já, ráðstefna núna hérna á Akureyri, 24. september. Og þá koma kannski konur hvaðan af landinu og hittast og gera sér glaðan dag. Já, það eru fyrirlestrar og bara svona bera saman bækur og styrkja hvor aðra og þetta bara mjög góður félagskapur. Hefur einhverja svona hugmynd hlutfall? Konur í stjórn fyrirtækja, eða þess að versus kallar, þetta eitthvað svona, við einhverjar tölur? Hvað konur Já, þessar tölur eru nú til sko. Kannski ekki með þær á hraðbergi? Ég ekki með þær kannski akkurat, en mér finnst eins og það verið talað 30%. Já, ætli þess að bara líka. Hljómar eins og góð Já, tala. Mætti alveg fara upp í 50 svona næstu árum. Já, samt svona, við megum samt aldrei gleyma okkur finnst mér. Ég kannski pínu ennþá í gamla skólanum að við megum aldrei gleyma að hlutverkinu okkar sem mæður að halda utanum að því að einmitt út á COVID og svona alls konar það alveg erfitt að vera barn í dag og þau þurfa mikið stuðning. Líka frá pappa. Líka frá pappa og bara í blandi póka í þessu öllu og helst ömmu og afa. En það náttúrulega erfitt ef allir að vinna. Væri það ekki eitthvað sem við þurfum að endur uppfinna? Þetta sko með að amma og afi sé kannski annarkvort að efstu hæð eða neðstu hæð, þetta sé svona á 3 hæðum jafnvel. Það sé alltaf hægt að hlaupa upp eða niður, þið veitir. Já, það væri. Ég veist þetta eitthvað hrikalega góð tilhugsun. Að vera bara í svona einu húsi. Kannski það hluti að því að krakkarnir okkar eru að upplifa svona álag og streitu í gamla daga. Þá var miklu meira samskipti við ömmur og afa. Af því að foreldrarnir allir úti að vinna, við erum líka að glíma við alls konar. Ég mjög meðvituð símanotkun og svona, en ég þarf stöðugt að minna mig á þetta. Algjörlega. Þannig að við, kannski það líka hluti af þessu landlega vandamáli. Ég að segja það, toga bara alla aðeins niður. Ég held samt að síðustu 3 árin hafa kennt okkur rosa mikið að horfa inn á við og vera svolítið saman. Og meta það sem við höfum meira. Svona. En þá þurfum við líka að vera svolítið meðvituð það og það pínu það sem að hugafrelsi að gera. Það að kenna okkur leiðir með slökun og öndun og hugleiðslusögun. Nú öndum við bara einu sinni djúpt saman hérna stelpur. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir komin í föstudagsstundum. Takk. Takk fyrir, góða helgi. Góða helgi.